Sigur Óli Kristjánsson. Móli, síðasta leikur, það var mikill og rokleikur á Kópavogsvelli. Það búið að blása hressilega á okkur hérna. En á morgun ætlum við að hafa lok þegar KR kemur í heimsókn á Þórsvöll. Já, leikurinn mútið Breiðablik var mikill rokleikur og það er nú, við erum í ánum vön því að það er búið að rokinn í allt vor. En á morgun spáðir að eigi vindur mæti, það verði í logninu og það er kærkomið. Örlítið af Breiðabliksleiknum, þetta var virkilega sterkt að koma heim með stig á móti jafn sterku liði svo Breiðablik. Já, það var mjög sterkt og svo sem ekki gleyma því að þetta eru auðvitað ríkjandi meistarar og það er alveg eiga þeir að vera sterkastar og okkar byrjun var nú ekkert frábæri móti Stjörnunni, fyrsta útileik, þannig að þetta var útileikur nr. 2, þannig að við urðum bara hreinlega að koma með góð úrslit úr svona leik. Og þið gerum það? Og við gerum það og við erum mjög ánægð með þennan leik. KR, þetta er nú lið sem að okkur hefur í gegnum tíðinni gengið illa með. Þó höfum okkur gengið mjög vel síðustu 7-8 ári, við höfum ekki tapað fyrir en við höfum ekki komið með okkur á morgun. Nei, sagan á móti KR er þetta þannig að fyrir 10 ára síðan voru það náttúrulega á toppnum og voru langbestar á landinu og þá vorum við að koma inn í þessa deild svona sem hálfgerðir nýliðar með sameiginlið Þór Káa og fóru nú ekki vel fyrstu leikinnir, sérstaklega í Vesturbænum. En svo núna senustu 6, 7, 8 ár hafa við verið mjög góð á móti þeim, en það skiptir engu máli, það er ekkert liðið betra en verra en síðasti leikur og við getum ekki að tala neitt lengra en það. En nú getum við sagt þó að staðan er þannig greiðlega í deildinni að liðin geta öll unnið alla og úrslitin hafa nú verið að sýna það undanfarið að það er ekkert gefið. Nei, ég held að þetta verði núna sem betur fer í fyrst skipti í allt og langan tíma sem að þetta verður mjög jafnt bæði uppi og niðri í þessari deild og liðin sem er að koma upp núna úr fyrstdeildinni eru bara mjög sterk. F-fáingar hafa náttúrulega verið að býta hressilega frá sér. Það hafa bara verið að spila alveg frábærlega og bara virkilega gaman að það er klippur sem maður séð með þeim. Það var rosalega gaman að sjá þær. En Móli, snúum okkur að morgundeginu sem að eru gegn KR. Hvað er það sem að þið þurfum að varast helst gagnvart þessu liði KR? Það er náttúrulega með mjög skarpa framlínu, mjög fljóta stelpur, 2 frammi. Og þetta eru auðvitað baráttu lið, þetta er ungt lið, 2 góð útlendinga þarna. Það er auðvitað alltaf gamla sagan, það þýðir ekkert að vera að horfa á hvaða lið er að koma og hvað eru stendur í töflunni. Það er bara, þú ert alltaf að slást við sjálfan þig, senast í klukktími fyrir leik er bara, þá ert að slást við andstæðinginn og hann er þú sjálfur og alveg saman hvort að það er Bayern München eða lið frá Raufarhöfn, þú þarft að alltaf að berjast við sjálfan þig og koma þannig inn í leikinn. KR á morgun verður gríðarlega erfitt. Það eru mjög skipulaðar, góðan þjálfara og frískar stelpur og menn sáu það bara eins og hérna í leiknum á móti Akranes og það sé að koma ungar hérna úr fyrstdeildinni að við vorum í bölvuðu basli, 70 mínútur. Þannig að eins og núna þá náttúrulega þýðir ekkert að vera með einhverja stæla þó þið hafið náðu góðum úrslitum á móti Íslandsmeisturum. Það getur allt gerst. Nei, það má auðvitað aldrei og stelpunir verða að muna það allan tíman alltaf að það er verið að bara hafa eitt í huga, það er að vera alltaf spenntar. Það megi aldrei vera kvíðnar fyrir verkefninu og megi aldrei vera montnar. En auðvitað stundum gott að eins og móti Breiðablik þá þurfa það kannski að vantaði kannski hjá okkur að við yrðum aðeins meira en spenntar. Það er að segja að við fengjum sjálfstrausti kannski aðeins meira í gegn. Þannig að það eru þetta líkilinn að það er að sjálfstrausti sé í lagi en byrjiði samt ekki oflið og farið fram á þér. Já, það er þessi fína lína sem að menn eru auðvitað alltaf einn að tala um. Þetta að vera spenntar í verkefninu og vera auðvitað með sjálfstraust, það er ekki þá er þetta búið, en fara ekki með það upp fyrir hausinn. Þarna kemur að þér og Jóa, það er að stilla þetta af? Já, þetta er verkefnið alltaf, senustu daga og tímana fyrir leik, það er enginn að skoða hælsæri eða hnésbótasýnina aftan, það er verið að skoða hausinn. Hvernig finnst ykkur, hvernig upplifir þú að ykkur gangi að stilla þetta af núna hjá liðinu?
Það er að segja spennustígið og annað? Já, auðvitað veit maður aldrei hvernig það gengur en við höfum auðvitað trú á því að við séum að svona segja allan að annarkvæmt orði rétt. Ef að taka mark á þessu öðru hvort orði, þá bara að samfæraður hvort orðið það er. Já, þá er þetta, ef að Jói sé helmingi rétt og ég helmingi rétt, þá er þetta 100%. Móli, mér líst alveg 100% vel á leikinn á morgun, gangi ykkur vel. Takk.